Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Þá ætlum við að ræða músík, listir. Ég held við séum að fara að tala tónlist sem sprettur úr hamförum. En ég ætla bara að vera hreinskilin við ykkur hlustendur og áhorfendur að þetta svo kallað aflýsingaviðtal. Forfallaðist hérna sérfræðingur sem var búinn að undirbúa sig til að taka þetta viðtal. Þannig að ég hleyp í skarðið og þykist ekki vita meir þetta mál en þið munið sjá. En 4 góðir gestir komnir til þess að ræða tónlist sem verður til úr hamförum. Ingveldur Ýr, kórstjóri, vertu velkomin. Sæl, takk fyrir. Ólafur Stefánsson, velkomin. Við höfum nú stundum sést á þessum vettfangi í einhver annari umræðu kannski. Já, það eitthvað allt annað. Já, velkomin. Þú ert Helga Margrét Marselíusardóttir, tónskáld, ekki satt? Jú, það stemmir. Vertu velkomin. Takk. Og þá eftir Margrét Pálsdóttir, söngkona. Gaman að fá ykkur öll. Þið ætlið aðeins að hjálpa mér með það að finna út fyrir því hvers vegna þið eru hérna. En eftir því sem ég skilst þá til söngkópur sem heitir Spektrum og það hefur verið samið ofan í hann músík og kannski best að byrja á tónskáldinu. Að við fáum að vita eitthvað þetta tónverk, hvers vegna samið við hvaða aðstæður og svo framvegis. Já, upphaflega fékk ég það verkefni frá tónsmíðakennarana mínum út í Danmörku að semja tónlist með orðinu brúnn í og þau getur verið mjög margvísleg svona verkefni og mjög sérstök og það hefði bara verið svona mitt verkefni að finna út úr því og hvert það myndi leiða mig. En ég sem verk þarna á þeim tíma sem að aur skriður falla á Seyðisfjörð og þar þetta bara brúni liturinn yfirgnæfandi og það sem tók alveg yfir þar og ég fór í kjölfar þess að bara á sama tíma ég að semja þetta verk þá fór ég að hugsa það af hverju þetta svona ég veit ekki hvernig ég á að segja það öðruvísi en bara svona svolítið heldtekur mig bara þetta yfirtekur allt hjá mér þessu hugsun þetta og átta mig svo á því að það nú bara kannski mín reynsla verandi Ísfirðingur, Vestfirðingur að þarna eru einhverjar andstæður í gangi sem ég samt tengi svo skýrt við. Desember þá almennt eru við kannski Vestfirðingarnir og fleiri auðvitað á þessu landi að hugsa snjóin sem tekur yfir allt, hvort snjólaugin séu, hvort það rigni ofan í þetta, allt þetta. En á þessum tímapunkti þá erum við allt einu komin í einhverjar algjörar andstæður, hættan kom, hún var brún, við vorum að fara óskefti, það myndi frjósa, það var að festa jörð í staðinn fyrir að fara að losna. Þannig að ég var einhvern veginn í einhverju limbói þarna bæði áttam á því af hverju þetta kæmi svona við mig. Já. Og sömuleiðis að finna út úr því bara hvernig get ég leikið mér í tónlistinni eða komið í til skila sem ég í rauninu finn. Þannig sem þarna stuttan bút skila því sem verkefni, kennarinn segir við mig þetta þarf að verða eitthvað meira. Og í kjölfar þess þá erum við Ingveldur, kórstjóri Spektrum að fara yfir þessi mál, svona tónlistarmálin og ég hef búin að útsetja svolítið mikið fyrir Spektrum. Hún segir átti ekki eitthvað verk fyrir mig og ég leyfi henni að heyra þennan bút með því sem fylgir þá að það nú meira eftir að koma. Ég ætla að leggja yfir þetta verk. Og Ingveldur, þú segir bara, heyrðu, ég ætla að fá þetta. Já, ég kveikti bara strax á fyrstu tónunum sko. Þetta vil ég og helst meira eins og hún sagði að það væri í bígerð. Hvað kveikti þér? Hvað var það? Það var bara tónmáli, það var svona hljómur sem kom og var svo flottur og svo alls konar aukahljóð sem kórinn býr til og síðan einhvern veginn hvernig þetta svona leystist upp í þetta byrjar ómstríkt og svo leysist þetta upp í svona algjöran bara þríhljóm sem svona það fallegasta eða einfaldasta, reynasta sem við getum hugsað í tónlist. Og það var einhvern veginn, það var eitthvað sem lýsti svo mikið tilfinningunni sem fólk upplifir í hamförum. Já, fer þetta úr moll í dúr eða? Það leikur sér alveg við það í gegnum verkið í heildsinni sko. Og ég hugsa ég sem nú þannig mörg tónskáld semja þannig þau vita nokkurn veginn fyrirfram, þau eru búin að teikna upp hvernig þau ætla að semja. Ég svona held ég eins og staðan akkurat núna í lífinu nokkuð á móti.
ég vil frekar að það leiði mig áfram. Þannig að endi í dúr eða endi í moll, þá það vegna þess að ég, það eitthvað sem bara gerist. Og við erum alveg á fullu í því, jú, í gegnum þetta verk, sko. En byrjar ómstrítt? Já, það byrjar ómstrítt og það kannski einmitt svona lýsandi fyrir ástandið og svo breytist það og ég vil ekki segja mikið því fólk þarf að koma að hlusta á þetta sko. en það þannig að hver eru tækifærin til þess og afgreiða það bara að hlusta á þetta? Já, það á föstudaginn í Grindavíkur kirkju klukkan 8 þá ætlum við að flytja þetta verk í heild sinni. Já, og engin tilvíðun að þið veljið Grindavíkur kirkju? Algjörlega. En auðvitað þetta síðan líka komið á streymisveitur á Spotify. Já, ok. Já. Og hvernig leita ég? Bara Spektrum? Þetta eru þetta þá upp eða? Verkið heitir At Least There Is Not a War. Já, við þurfum að ræða okkur það á ennsku. Já, við þurfum að gera það. En við erum náttúrulega að hittast í Grindavík, eins og þú segir, á föstudag og þar þekkir hún Margrét Pálsdóttir kannski betur til og getur tekið þann vinkil. Já, viltu taka það bort? Já, við ætlum að hittast þar vegna þess að 3. kafli verksins í rauninni byggður á rýmingunni í Grindavík. Nú, þú hefur farið út allt bara. Já, það suður. Það suðurkaflinn. Og þar erum við, upplifum við rýminguna þegar það kemur, þú sást myndir, bara, við erum farin. Og það var kveikjan af því. Húsið tómt. Ég fæ ennþá bara gæsóð. Ég líka. Mér fannst þetta svo svakalegur texti í gluggum á húsum. Fólk væri búið að þurfa að yfirgefa húsin sín og svo stóð bara þetta var eina sem eftir voru þessu orð, húsið tómt og þetta kom í fréttum þannig að ég bjóð til, melodían búin til úr þessum orðum þannig að melodían saman í kringum þau. Já, og það var mjög sérstakt að vera í kórnum og fá þetta í hendur eftir að allt mitt fólk hafði þurft að yfirgefa húsin og stór hópur af vinum, þannig að ég vissi nákvæmlega hvað það þýddi og það að vera með í þessu þegar þú varst að semja það og komst til okkar og þurfa að læra það og fara í gegnum það og gráta inn í sér og hafa áhyggjur en finna í þessum verkum og þessu verki, öllum þessum köflum að það verið að fást við tilfinningu manneskjuna sem lendir í þessum hamförum hverjar sem þær eru og þar svolítið gegnum gangandi þetta andaðu djúpt býttu það von hvað verður, við vitum það ekki og þannig staðan auðvitað ennþá bæði í Grindavík og víðar og þegar við vorum að velja stað til að flytja verkið á endanlega verkið þá var í raunin ekkit annað sem kom til greina heldur en Grindavíkur kirkja sem hefur tekið á móti Grindvíkingum og gestum þeirra og stutt við alla, verið opin. Já, þannig að þetta var mjög áhrifaríkt. Já. Erum við að tala svona kultiveraða birtingamynd þetta reddast? Já, eða kannski bara stundum reddast bara ekki neitt. Nei, eða bara stundum reddast ekki neitt. Og stundum verðum að bara búa í þannig heimi. Við vitum ekkert hvað verður og hvernig við einhvern veginn leysum, úr sumu leysum að bara ekkert. Nei. Og og það kannski líka svolítið eins og Margrét var að segja að ég var búin að semja 4 kafla og kaflarverksins eru fjórðungana, svona landsfjórðungana. Það kemur vestur Súðavíkurflóðið, suður Grindavíkur rýminguna, norður Krapaflóðið Sölvadal og austur Seyðisfjörð. Og þegar ég er búin að semja það, þá samt stendur maður eftir með þessa risastóru spurningu og hvað svo? Og það bara margt sem gerist í heiminu líka á þessum tíma sem ég sem þetta verk. Það innrás Rússa í Úkraínu, það bara breytt heimsmynd. Bara við erum ekki að upplifa þessa friðartíma eins og við vorum að fara inn sem í rauninni það sem ég skýri verkið
út frá. Verkið heitir At least there's not a war. Við erum að eiga hérna við einhverja brjálaða náttúru í Íslandi, við erum alltaf að þurfa að eiga við hennar, alltaf þurfa að taka tillit til hennar, en við búum þó allavega á friðarstað, skilurðu. Og það var svolítið svona, þess vegna kom þetta yfirheiti, en í lokin, þá bæti ég 5. kaflanum við, og hérna, í kjölfar þess að dóttir mín, sem að ég var 5 ára þegar Súðavíkurflóðið fellur, og það man ég og það í kjarnanum mínum og verður alltaf í mínum kjarna og þá horfði ég á mína 5 ára dóttir sem spyr mig eftir að hlusta á fréttir, horfði á sko kvöldfréttir og hún horfir á mig og segir mamma verður alltaf lægi þegar búið að ræða innrás Rússa í Úkraínu og slík mál og eitthvað hef ég higgað og það kannski vegna þess að þannig horfði ég á litla stelpur sem var bara jákuð mér þegar ég upplifði mitt og þá og ég hika og ég get ekki svarað henni og það enda múið leggur einhvern veginn höndin á mig og segir þetta er alltaf leið, ég spyr bara Guð mér hafði nú ekkert heldur tekist vel upp í kristilegu uppeldi sko, þannig að ég skildi ekkert hvaðan þetta kom sjálf, bara ekki neitt en hún kemur með þetta og þannig að síðasti kaflinn er heimurinn og heldur þessu svolítið opnu og spyr bara, erum við örugg? Ég veit það ekki, ég heldur sem svo sem aldrei örugg í neinu, en það er annar mál. Það sem henni dettur í hug þegar maður hlustar á okkur tala, það er sko þessi sérstaða okkar Íslendinga að við vitum í rauninni aldrei hvað er að fara að gerast. Og Ólafur, við höfum svolítið tekið það inn í tíðarandan og inn í okkar svona bara þjóðmála hugsun, inn í stjórnmálin, inn í efnahagslífið, bara inn í allan fjandann eða ekki? Jú, það til dæmis bara atburðir í Grindavík hafa ábúðslega áhrif á pólitík og efnahagsmál og allt mögulegt en sko, ég er náttúrulega gamall fréttamaður og þegar verkið var sko komið í heild sinni fyrir framan mig, þá hugsaði ég með mér, þetta er bara þetta eru 4 stór fréttir hérna sem þetta verk er og svo hugsaði ég aðeins betur og hugsaði, nei, þetta er ekki 4 stór fréttir, þetta er hvernig fólki líður þegar það heyrir fréttir af alvarlegum atburðum og hamförum. Þetta er svona eitthvað samtal við náttúruna, ef svo má segja, sem að við erum tilneytt að búa við og er okkur alla jafna gjöful og dásamleg en getur síðan að vera svona yfirmáta hörði á hallan taka og þannig að sko já, þetta verkið talar til manns á svo mörgum plönum í rauninni það er fallegt og aðgengilegt myndi ég segja af sko það er jú eins og Ingveldur sagði það er ómstrítt á köflum en ofsalega fallegar melódýr og það er nú kannski annar kaflinn vögguvísan sem er innblásin af Súðavíkurslysinu sem er mitt uppáhald og þar erum við að tala þinn persónulega missi Já, það erum við því þá er ég að í rauninni gera upp svona að það er minningar sem ég hef af þessu, þar sem ég sit bara sem lítil stúlka heima hjá mér með kveikt á útvarpinu mamma mín var kennari í Súðavík á þessum tíma grunnskólum í Súðavík fyrir ekki við og auðvitað finn ég fyrir þessari streitu og hræðslu og öllu því en ég sit bara á að því að það var tilkynnt í útvarpinu ef ykkur fannst þannig að maður satt bara en ég man eftir mér sitjandi og hlustandi útvarpið og það var það mikill snjór að ég sá ekki út gluggan þannig að ég sá ekkert út og ég er eiginlega að upplifa þetta augnablik þar sem ég man eftir mér að hugsa til vinkonu minnar mér var með hundin hennar í fanginu hann hafði fundist hann var heima og og ég man eftir að hafa ég var einhvern veginn í hugunum að eiga samtal við hana og það er alveg það sem ég skrifa ég skrifa að þótt við séum kannski á ólíku tilveru sviði þú veist, hún var þar og ég er hér en þessu áttæmi samt alveg á þegar ég er 5 ára og að við séum á okkur ólíku sviði ég ná ekkert í gegn en hugsanirnar voru bara svo sterkar og þannig að þetta heitir þetta er Lullaby into Another Dimension þú veist þannig að þetta er eiginlega bara vögguvís á milli eitthvað konar vídda þar sem ég tala og segi henni frá því að þótt að ég sé hér og þú sér þar eða hvernig sem það er þá munum við samt geta haldið að fórum að tala saman og vinkona þín er jafnaldra þín á þessum tíma 5 ára gömul einnig 6 ára 6 ára, hún deyr 6 ára
mér finnst að sko, það lag á að vera hittari. Það það hefur eitthvað svo víða skírskotun finnst mér. Já. En sko þarna, mér er samt líka alveg gott að tala það í þessu samingi sem alveg ágætist tækifæri að ég er bara einn lítill vinkill í þessu öllu saman. Þú veist, við erum að koma út úr samtali bara í síðustu viku þar sem Flateyringar tala það að þau vilja eins konar uppgjör og þeirra málum eins og Súðvíkingar. En lengi höfðu við ekkert að ræða í Súðvík vegna þess að það var svo lítið til að frétta efni. Við erum ennþá þarna. Þú veist, við erum ennþá á þessum tíma að fólk er bara að finna alls konar leiðir. Og ég er alveg viss að þetta á sér stað miklu víðar en bara hjá okkur Vestfirðingum. Þetta á sér stað í alls konar málum sem hafa komið upp. Og þess vegna hef ég orðið svo glöð þegar fólk hefur hlustað á þetta verk því það hefur nú verið flutt allavega hlutur af því og svo einu sinni í fullri lengd. Það sem hefur gert mig glaðir þegar almenningur finnur fyrir því sem er verið að flytja. En það þarf rosalega margt að ganga upp til að það gerist. Ég þarf að semja það þokkalega. Ingveldur þarf að taka við því og hún þurfa að matreiða það líka ofan í kórinn og báðar þurfa að selja hópnum það að þetta sé þess virði að leggja bæði orku og tíma og allt í þetta og svo þarf kórinn að trúa þið líka og það er eiginlega sem að mér þykir svo dýrmætt að hafa orðið í þessu. Við getum ekki komið þessu svona til skila nema því að það er bara 25 manna kór, ég sem tónskáld og Ingveldur sem kórstjóri erum bara búin að taka sameiginlega ákvörðun að fara í þetta, þú veist, að gera þetta. Tókst þú Ingveldur einhverju liti við verkinu áður en það kláraðist endanlega? Já, við fluttum 3 kabla fyrir 2 árum. Það var svona fyrstu 3 kablarnir, vitandi það kæmi meira, en við ákvaðum að byrja á því. Og það var strax mjög áhrifaríkt. Það var í Norðurljósasal í Hörpu. Og ýmislegt þetta gera það í því flotta rými. Að ég vinn svolítið mikið með rýmið líka. Og síðan hélt Helga Margrét áfram og kórinn að svona klára og eiginlega svona, já, bara full gera verkið og svo tókum við það upp fyrir ári síðan sem er sem sagt núna að koma út á Spotify svo upptaka. En kórinn sem tekur þátt í sköpunarferðinu. Hann tekur þátt í. Er það ekki frekar sjálfgert? Jú. Það var svo, við þurftum til dæmis að finna út úr því hvernig ætliði það að koma veður hljóðum og náttúrunni inn í þetta. Við söngvarar ekki með neinn önnur hljóðfæri en röddina og röddirnar okkar. Hvernig getum við skapað þetta? Og þið gerir það? Við gerum það. Þannig þú heyrir... Ég syng rigningu og snjó og Sýrenu síðar í verkinu. Gerir það mjög vel. Já, rosalega góður í því. Og þar var Er hann bestur sem sýrena? Já, ég sagði að maður mætti nota þetta bara í sínum almennu störfum. Þegar ég er að vara við þegar það stafar hætta viðskiptafrelsinu þá má ég nota sýrenu. Nei, það er ein ástæðan fyrir því hvað okkur þykir vænt verkið. Það kemur til okkar, svona í bútum og þeir voru ekki allir einhvern veginn full sandir kannski þegar það kom til okkar. Helga Margrét, við náttúrulega þekkjum hana eins og hún sagði, búin að útsetja mikið fyrir okkur og leysir Ingveldi stundum af og svona mikið unni með okkur. Hvað er Spektrum stór eining? Margur kór? Við erum svona það bil 25 svona rockar pínlítið til en og við byrjum svona að syngja okkur gegnum þetta og þá stoppar hún og segir nei, býttu, já, hér þarf ég að skrifa upp nýtt hér er þegar í unison og höfum þetta ekki svona og þá náttúrulega finnst okkur að eigum ennþá meira í þessu þannig að það gerir það okkur þykir ennþá vætna þetta en ella. Býrð þú, Ólafur, yfir klassískri tónlistarmenntun? Nei. Ég er bara svona að blöffa mig í gegnum þetta. Hvað er langt sem þú byrjar að syngja í kór? Já, ég söng í kór þegar ég var krakki, sko, fyrir margt löngu, en ég er búin að... Býrðu þá ekki yfir klassískri tónlistarmenntun? Jú, þetta gerir hann það, þetta er bara lítilæti, hann er mjög góður tenor. Já. Ég er búin að vera í bráðum 10 ár í Spektrum. Já. Það er nú heilmikil skóli út að fyrir segja. 10 ára afmælið í Spektrum á þessu ári. Skóli minn, það er svo leys. Þetta hljómar mjög áhugavert en auðvitað náttúrulega og það er gaman að ræða þetta við ykkur án þess að ég hafi heyrt það en það sem ég ætla að gera í kvöld er að ég ætla á Spotify ég ætla að hlusta á þetta þannig að þú veist þannig að Vertu með, sko
gott til að hlusta í, til þú heyrir Í óla. Já. Heyri Já. snjóin. Já. En þetta er En náttúrulega hvað er það sem þetta langt verk? Já, þetta eru rúmar 20 mínútur í heldina, hvort er 20, nei, Erum 14, rúma 14 fyrir ekki, Já. þetta eru 14, ég var aðeins svo stór þannig í mér. Já. Nei, hérna, jú, fyrir ekki, hver kabli er alveg rétt 3 mínútur. Að reynda að taka frá alveg 20 mínútur, Til að jafna mig. bæði á undan og eftir, og að hlusta það í einu. Já. Og hlusta svo getur þú hlusta á einstaka, Já. en að ná, þannig að ná Já, ég skil. samfellinni. Einmitt. En þetta er það sem er svo skemmtilegt við raddir, sko. Raddir eiga náttúrulega þennan stundu tala um ofurkraftur, kór og söngs, sé textinn. Þú veist, við fáum auka, við fáum ekki bara tónlistarmáli, við fáum líka myndmál með textanum. Og en þetta er samt það sem er svo skemmtilegt við raddirnar, að það er hægt að biðja raddir og fólk nýta raddirnar í alls konar hljóð og slíkt og fólk kannski þekkir rigningu best með því að hún sé leikinn svona með fingrunum. En við öll þessi hljóð á mér alveg svona hjartansmál, þetta kæm allt úr röddinu, frá röddinu, við notum andadráttin, við notum innöndun og útönduna til þess að fá, þú veist, svona, þannig að þetta er alls konar element í rauninni. Spérhæðsla er ekki málið í þessum flutningi. Nei, hún er það ekki. Hún er það ekki. Nei. Hún Hún er bara ekki til í þessum kóra. Nei, hún Nei. þrifst ekki í þessum kór. Nei, og það er góða framlag Ingveldar og hennar, sko, hún er búin að bara strauja allt slíkt úr þessum hópi, sko. Frábært. Við höfum alltaf fengið í þessi 2 skipti sem við höfum flutt verkið í fyrra skiptið að hluta og í seinna skiptið í heild, höfum fengið gríðarlega sterk viðbröð frá áheyrendum. Og það var svo skemmtilegt að það sögðu sumir við okkur eftir að við fluttum í seinna skiptið, voruð þið með þessi veðurhljóð á bandi. Já. Já. En þetta vorum bara við, sko. Já, þetta var mjög mikið hrós Já. til Já. kórsins, en það sem var líka gaman í salnum í Kópavogi, þar sem við fluttum þetta í heildsinni síðan, Já. fyrir ári eða Já. tæpu, þá gátum við náttúrulega nýtt svona grunnlýsingu og aðeins leiki með bara leikhúspartin í þessu, sviðspartin. Já. Þetta er ekki leikrit, en þetta er samt sko hannað á þann hátt að, og hópurinn er algjörlega með í því að finna út úr því hvernig við getum undirstrikað áhrif tónlistarinnar með bara hreyfingum á þess að það séu stórar. Það þarf oft bara mjög lítið til og oft hjálpa ljósin mjög mikið, en þarna er bara svona heildar upplifun hópsins á því sem þau eru að syngja. Og það skiptir svo miklu máli að, og ég bara þreytist ekki á að vinna með það, að allur hópurinn sé einarður í því að skila til áhorfenda því sem hann er að segja eða því sem hann er að upplifa hverju sinni. Og þetta er kannski svona, þannig erum við farin að taka kórformið aðeins lengra heldur en við þekkjum það. Við erum ekki komin út í hefðmyndi leikhús, en við erum kannski samt farin að stíga inn í það svæði. Tegi ykkur í það. Við erum aðeins farin að tegja okkur þang og ég er náttúrulega kem sjálf úr leikhúsheiminum, er óperusöngkona búin að vera á sviði. Þannig að sko ég hef alltaf litið svona á kór, þennan kór. Það er ekki allir kórar og þurfi ekki allir að kórar að vera þannig. Nei. Og eiga ekki að vera það, en sko þannig að það sem var svo gaman innan gæsalappa í salnum er að við fengum, og ég fekk það frá fleirum en einum, að fólk upplifði óþægindi og leið illa á tónleikunum. Og ég er að tala um þetta sem hrós vegna þess að það þýðir að þau upplifðu algjörlega þessa rýmingu, þau upplifðu hvernig Helga var að tala við vinkonu sína, þau upplifðu tilfinninguna bak við það í gegnum tónlistina en líka í gegnum hópin. Og jafnvel líkamleg viðbröð. Líkamleg viðbröð. Og þetta var sko fleiri en eitt sem sagði bara mér leið í alvörinni illa. Þetta var það vel gert. Á tímabili, sko. Á tímabili. Því að svo kemur Svo þetta. leysist það. Svo leysist það upp. Við skulum spyrja Guð, bara hvað verður? Já, þannig að sko þetta var allir tilfinningaskalinn, skulum segja það þannig. En sko að fólk komi á kórtónleika og heyri ykkur á tónlist og fái það sterk viðbröð að það veki fram svona sterka tilfinningar. Það er alveg einstakt. Og kannski er einskýringin á því ekki bara náttúrulega hlýtur að vera mikil galdur í tónverkinu og flutningunum en líka sko kjarni þessa verks eins og við erum að ræða hérna hvað við erum samofin að sjálfsögðu þessum náttúruhamförum sennilega flest okkar sem tengjast einhvers konar missi eða áföllum af einhvers konar hvort sem það eru skyndileg veðrabrigði árekstur í stórhríði eða á einhverjum sko risaskala að hve miklu leyti sko haldið þið
að hún sé sönn, þessi klísja með að við séum einstaklega góð í því að bregðast við náttúruhamförum eins og þú hefur núna brugðist við náttúruhamförum með því að skrifa þig frá þeim með að búa til fegurð, búa til músík en ekkert rosalega svona umhugðum að fyrirbyggja þetta of léttvægt spurning til þess að ræða hann í svona þungu alvarlegu samhengi eða? Nei, mér finnst það ekki sko, ég held alveg við séum góð í því að fyrirbyggja, ég held það alveg líka. Þrátt fyrir allt við getum ekkert séð allt fyrir. Nei, við vitum ekki hvað við að fyrirbyggja. Nei, stundum vitum við það ekki. Og stundum erum við bara að gera okkar besta. Og ég trúi því alveg að gegnum gangandi sé bara fólk að gera sitt besta. Og og það þýðir svona, kannski svarið væri að það þýðir eiginlega ekki að dvelja í því. Nei. En að sko þetta einhvern veginn samofið Íslendingum og þótt að ég sé að taka til þannig einhvers konar 4 atriði þá held ég bara hver einn aðili sem hefur verið hér og búið og hefur upplifað Ísland á sér sína sögu. Ísland náttúruhamfarir, bara í grunninn. Já. Þannig ég bara það eru mjög mörg atriði sem hefði verið hægt að taka til. Ég meina, það var rýmd heil eyja í Gosi, skilurðu, og þar erum við með bara stóran hóp fólks úr Vestmannaeyjum sem getur líka sagt okkur hvernig þetta var löngu áður en við vorum byrjuð að hugsa einhvers konar viðbrögð við þessum málum. Og við gerðum alltaf okkar besta. Ég man líka svo skýrt eftir flóð sko, í Súðavík þegar ég fór aftur og fór í skólan og gekk gangana og það náttúrulega vantaði marga í skólan og þá man ég eftir að ég fór að horfa á myndirnar á veggjónum og svo spurði ég mömmu hvað þetta væri og þá voru þetta myndir eftir krakkana því að kennararnir voru bara að reyna að finna leiðir til þess að láta þeim líða vel og þá voru listin nýtt og þau hefðu verið beðin að teikna tilfinningar sínar og þannig ég held að við séum alltaf við þekkjum hlutina og við erum alltaf að gera alls konar og ég held að við höfum mörguleiti brugðist mjög vel við en svo vitum við ekki hvað verður. Nei. Var þetta einhvers konar svar við spurningu? Já, mér finnst það. Þú nefndir sko að þetta byrjar sem skólaverkefni hjá þér. Þú út í Danmörku. Í hvaða skóla segir? Royal Academy of Music. Já. Og Danir þekkja náttúrulega ekki náttúruhamfarir eins og við. Nei. Var það út af sögu tónversin sem þetta á ensku sem sagt? Út af farvegi sem að sprettur af? Ég fekk verkefnið þennan brún sem var náttúrulega bara námið mitt fór fram að ensku þannig að það var bara brown og ég langaði til að þau skildu mig þegar ég að byrja og langaði til þess að það væri og ég vinn almennt rosalega mikið með texta líka og ég geri það en langoftast á íslensku þannig að ég vildi að þetta væri eitthvað sem þau gætu skilið hvert ég væri að koma og ég gæti sagt söguna af samtengingu þess brúna og þess hvíta snjór og aur og svoleiðis og þannig að það byrjar þannig og ég hreinlega hugsaði eftir að ég var búin að fara í þetta við ræddum það með þessar vinkvöldur hvort ég ætti að fara með það og færa það yfir á íslensku en þá var ég bara orðin svolítið tilfinningarlega tengd því og ég vildi bara klára þetta svona en svo er miklu meira að skila með verkefni á íslensku heldur en ég að gera ensku almennt sko. Ertu búin í náminu? Já. Og ertu komin hingað heim til Íslands? Já, ég hef verið hér. Já, ég er búin að vera þurfti bara að fara í. Og ertu að semja bara á fullu? Já. Áttur þér eitthvað einleiksljóðfæri fyrir tónsmíðar? Já, ég er með háskólamenntun líka í söng og í kórstjórn og svo er ég með píanó í grunninn líka. Já. Semur það á tölvu eða semur við píanó? Allt. Allt í píanó? Já, það er kannski það sem að færi svo mikið líka út af tónsmíðanámi er að það er maður tekin úr sambandi við það sem maður er vanur að gera ég var vön að setjast við píanó og semja og þá var það í smástund tekið úr sambandi mér var bara bannað að setjast við píanó og semja tónlist og þá var bara, þú færð bara og þá mátti ég til dæmis einu svona velja með hljóðfæri sem ég spilaði ekki einu svona á og átti að semja með það og þannig að og það er það góða sem maður fer úr með þessu maður getur svo sem samið þá tónlist hvar og hvenær sem er
sé einhvað mótíf svona í hausnum á manni, sko. Þú lifir spennandi lífi, ég öfunda Já, ég skal leyfa þér að hugsa þetta sem mjög svona rómantíska hugmynd. Ég segi það, ég rætti þetta við einhvern í morgun og sagði bara, þegar öll er bóðning fólk þá verða mín börn við líka veik og ég sitt heima en ég þarf samt að skilja ykkur óhugulega flottu verkefni og ég þarf að láta hausin á mér komast á þann stað að það sé ekki það sem ég sé á sér stað, heldur ykkur allt annað. Og hún þarf að skila á réttum tíma og skila á réttum tíma. Ég öfunda og dáist líka ykkur söngurunum fyrir að hafa nægilega góða söngrödd og nægilega svona félagshæfileika til þess að fitt inn í kór og prófa alls konar nýja vittleysu, henda frá ykkur óttanum og vera breyta ykkur í sírenur og veðurhljóð og ég dáist líka að þér Ingveldur Ýr, mér sýnist kórstjóri og óperusöngurna og ég veit ekki hvað og hvað. Mér sýnist þú vera með glóðvolgar glósur þarna á nótunum en ertu enn að breyta verkinu bara fyrir föstaskvöldið? Ég er alltaf að skrifa inn sko, ég bara er alltaf að punkta eitthvað niður í nóturnar fyrir mig og sem að ég náttúrulega kemur framfæri til kórsins eða ekki einmitt mitt lindó nei, þetta er bara sko maður er náttúrulega á endan bara að stjórna þessu á þess að horfa á nótur sko, ég stjórna þessu utan bókar þannig þó það séu þarna nóturnar þá kann ég verkið en þetta er bara, maður er alltaf að kafa dýpra og alltaf að reyna að finna lausnir og svo er eitthvað sem við hefum nú gert svolítið í Spektrum og Óli hefur nú verið mjög duglegur og það er að svona finna sögu bak við verkið og hafa það sem undirtón í verkinu og Magga hefur líka verið mjög dugleg þar og svona undirteksti þannig að svona hluti af þessu að hópurinn hugsi það sama og verði svona ákveðið afl sem að áhorfandinn upplifir sem heild, ekki bara þú veist, einn er að hugsa þetta og hinn er að hugsa hitt þá oft verður þetta svona kaotískara Þurfum eiginlega sko syngja eins og einn maður hreyfa okkur eins og einn maður og hugsa eins og einn maður þetta er dálítið svoleiðis ef þetta á að virka vel Já, svona í grunninn þó þetta sé allt 25 ólíkir einstaklingar þá verður svona sameind og við erum alltaf með handrit, þú mátt ekki gleyma því það er alltaf handrit fyrir hverju hvar er að standa og hvernig og svo með sveigjanleikanum að vera alltaf tilbúin að mæta breytingum og handrit sko nákvæmlega það bara er komið handrit já, þetta er svona við nú kannski, sumir kórar, ég meina ég er vissum að það eru kórstjórar sem gera þetta líka en við höfum bara vanið okkur á þetta og þau bara krefja mjög handrit mjög fljótlega í ferlinu af því ég hef alltaf bara við gerum þetta svona Er þetta ekki bara atvinnumennska eins og hún gerist best? Hún er það, mér langar aðeins að koma inn á það þetta var mjög góð spurning því að sko, kórsöngur getur verið alveg þjálfun í ýmsu, rosalega mörgu en við erum að tala að stórum hluta á Íslandi það er gífurleg fjöldi sem syngur í kór 2% þjóðarinnar og það er rosalega stór hluti þess hóps sem leggur mjög mikið á sig þetta er bara almennt vinnandi fólk sem mætir bara vinnunni sína en hefur rosalega metnað fyrir því sem það er að gera það mætir samviskusamlega, það lærir heima það lærir utanbókar, það setur sig eins og þau eru að segja, það setur sig inn í þetta það gefur sig að öllu leita því sem þau eru að gera og það er bara bæði rosalegt nám það er mikill svona bara nám fyrir fullorðið fólk líka Óli vill ekki meina að hann sé búin að syngja og vera að mennta sig í þessu en þetta er búið að vera menntun í 10 ár og er sífelld endurmenntun fyrir fólk og líka bara í samfélagslegum lestri að þekka fólki sem er í kringum það vita hvernig það bregst við á margrið erfitt með þessa línu að því hann hreinlega líður illa eða verður hún mjög glöð þá þarf ég að vita að ég þarf að standa og vera við hliðina og klára það mál Ég bara handlausum það Ólafa minn að þú skrifa betri greinar og þér gengur betur í vinnunni því meira sem þú leggur í kórstarf Ég er alltaf bara að læra gríðarlega mikið á þessu til dæmis sko, hún er alltaf að þjálfa okkur í svona hreyfiþroska Ég hef greint sjálfan mig með svona samhæfingarþroska sko. Ég get ekki sungið og klappað gat ekki sungið og klappað nákvæmlega, það er mjög mikilvægt Það er nefnilega málið, þannig námið sko. og þetta eru svona hlutir eins og hún er að berja inn í okkur kór líkamann við þurfum að skynja hvert annað og hreyfa okkur saman þannig og það er náttúrulega einum þætti verksins sem við höfum bara ekki talað það er norður það er krapaflóðið í Núpá í Sölvadal sem olli hörmulegu baraslysi fyrir nokkrum árum en þar erum við að
hugsa krapaflóðið og hreyfa okkur dálítið svoleiðis. Á síðustu æfingu var það hægar, hreyfið ykkur hægar. Hægar. Og sko, já, og það líka vegna þess að það ekki texti. Nei. Og tónmálið einfaldlega, það lýsir bara krapaflóði. Já, það lýsir þessari þéttni að því að tala þessari þéttni sem svo þegar hann gengur niður og hérna vatni eða bara þetta flóð þá endanum leysir úr og verkið endar í því og endar líka svona í því sem mér kannski svolítið svona hugleikið í þessu öllu saman, það að það gerist, eitthvað stórt, eitthvað alveglegt og stórt, svo kemur nýr dagur með allri þögninni og allri kyrðinni og það það sem við þurfum svo að eiga við. Já, og svo það paradóksin í eiginlega bara öllu okkar lífi að sko við höfum verið að fagna núna kyrrviðrinu á höfuðborgarsvæðinu og svo loksins og þurrviðri og svona, svo verður til þessi rosalega mengun og núna byrjar að hreyfa vind og það kemur rigning og við fögnum henni sem aldrei fyrir vegna þess að loftið verður hreint í gamla, góða, íslenska skítaveðrinu. Þetta alltaf svona kraftarnir, skilur hérna. Meira að segja skógareldar, eða svona vísir að skógareldum sem aðrar þjóður þurfa að glíma við. Við vorum nú í því í gær, ég horfði mitt á þetta og sá bara hvað var sinueldurinn var nálægt húsunum í Kópavogi og það kom sama tilfinning. Það kom bara svona algjöri vannmáttur og samkennd með fólkinu sem horfði á þetta og þú veist, við vitum við erum með gott fólk sem að gera og laga og ætlar að slökkva þennan eld og svo leiðis, en það öllur að bóttu kvöld, þá vitum við ekki neitt og þar þarf fólk að horfa á það að þetta bara í garðinum hjá því þannig að þetta alls konar aðstæður í gegnum alls konar hluti í lífinu og einmitt talandum að vera í febrúar og horfa á sinueld á Íslandi að því að jörðin svo þurr. Þetta eitthvað sem við stundum, við vitum ekki að við eigum að bregðast við vitum ekki að við eigum að vita þetta. Man verður að hugsa til Hegel sko, og tesu fræðana en hérna þú Margrét ég ekki búin að kynnast þér nægilega vel til þess að kalla þig Möggu sko, þó þau kalliði Möggu en hérna við þurfum að fara að slá botnin í þetta en mér langar til þess að þú svona reynir að segja okkur leikmönnum og læriðum hvað það við kórinn sem að svona þér finnst mesti galdurinn, af hverju fólk mitt ver öllum þessum tíma í það að syngja í kór. Hver ávöxtunin og af hverju nennu þessu? Af hverju eru 2% Íslendinga í kór? Það samfélagið, það að hitta fólk, syngja saman, það gerist eitthvað sem erfitt að lýsa, það eru svona töfrar sem leysast úr læðingi þegar fólk syngur saman. Það kemur saman til að syngja, tekur frá tíma, kemur kannski þreytt á æfingu og það var æfingu, ég verð að mæta. Og svo hittum við félagana og förum svo að syngja og þá bara gleymist allt annað, það verður, það í rauninni kraftaverk, bara hljómurinn sem kemur samhljómurinn, það hefur áhrif á taugar líkamanns, það hefur áhrif á vöðva, það slaknar á, það verður allt gott og það að eiga þetta samfélag sem þar sem að eru 25 manns og það alltaf einhver að gangi gegnum einhverja erfiðleika. Við vitum það alveg og við stöndum saman, þannig að þegar við sjálf erum að fara í gegnum erfiðleika, persónulega erfiðleika, þá þurfum við ekki einu svona að segja neitt. Við erum með stuðning alls hópsins. Og þegar við gleðjumst, þá kunnum við að gleðjast og gerum það. Og eins og ég segi, að æfa saman, læra hvert af öðru, hlusta á röddina sem við hliðina á okkur, sem fyrir framan okkur, sem hinum endanum, finna eins og töluðum áðan með kór líkama, þetta einn líkami, við erum að hreyfa okkur saman þó við finnum ekki líkamlega hvert öðru það styrkir maður svo mikið þannig að við verðum sterkari einstaklingar og betri í samfélaginu og hugtökin sem kom upp í huga núna þegar maður heyriði lýsa þessu svona auðmýkt og tillitssemi og þakklæti og
Nákvæmlega, algjörlega það. Ég þarf að taka þetta skref, sko. Ég er áratugum saman, Já. búin að vera á leiðinni í kór. Já. En kannski láti bara vaða núna. Er þetta ekki bassi eða? Veit það ekki. Tenor kannski. Veit það ekki. Já, þíngengur, þeir eru nú gamlan tenor. Þetta ræktar allt saman í okkur bara manneskjuna. Já. Og fjölbreytileika manneskjunar og þess vegna er bara svona ofsalega skemmtilegt að semja fyrir söngfólk vegna þess að hljóðfæri er inn í þær. Ég get ekki stilt það. Ég get bara vona að þau stilli sig sjálf og við kórstjórarnir. Við verðum bara að vona það að þau mæti tilbúin í hausnum til þess að stilla sig saman við annað fólk. Þannig að það er beauty í þessu. Já. Dásamlegt. Frábært að fá okkur í heimsókn. Er ég að gleyma að spyrja um eitthvað sem vilja koma framfæri í lokin? Erum við bara góð? Ítrekka þess að samveru okkar á föstudaginn. Já. Og öll séu velkomin til klukkan 8. Klukkan 8 í Grindavík. Sjálfsögðu ókeypis inn, veitingar á eftir. Ég var að keppa á Íslandsmóti í Bridge. Já. Annars hefði ég skotist. Það er líklega það eina sem við myndum fyrirgefa. Já. Takk fyrir. En gangi ykkur sérlega vel í þessu öllu til hamingju með þetta. Takk. Og þið öll til hamingju. Takk fyrir. Ingveldur, Ólafur, Helga Margrét og Margrét. Kæra þakkir. Kæra þakkir og það voru forvitinlegt að fylgjast með framgangi þessa verks. Þið eru alltaf búin að kveikja mikið áhuga. Takk fyrir okkur. Áframgöngu í göttuna, kæru hlustendur, nýr kapli hér eftir andartak. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.